Þriðji liður á dagskrá bæjarstjórnar í dag er álagning gjalda árið 2009 varðandi fasteignaskatt. Það er formaður bæjarráðs Hermann Jón Tómasson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir okkur liggur hér að afgreiða reglur afslátt af fasteignaskatti hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum hjá Akureyrarbæ árið 2009. Afsláttarreglur af þessu tagi hafa verið bornar upp hér og til staðar hér á undanförnum árum alllanga hríð og eru samkvæmt heimildar ákvæði í sveitarstjórnarlögum. Þar er orðalagið eins og ég las upp í titlinum, þar að segja heimild til þess að veita afslátt af fasteignaskatti hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum. Í seinni tíð hefur það hins vegar tíðkast hjá allmörgum sveitarfélögum, Akureyrarbæ þar með talið, að hluti af þessum afslætti hefur verið fastur, þar að segja veittur öllum sem þessum hópi tilheyra, elli- og örorkulífeyrisþegum, en hluti hefur verið tekjutengdur. Í vor snemma var hins vegar kveðið upp úrskurður í kærumáli sem að íbúi í Garðabæ, ef man rétt, bar upp við ráðuneyti sveitarstjórnarmála. Þess eðlis að þar var úrskurðað að óheimilt væri að veita þennan fasta afslátt til allra. Þennan afslátt mætti eingöngu veita til tekjulítilla elli- og örorkulífeyrisþega og ég undirstrika orðið tekjulítilla. Á þessum forsendum eru þessar reglur hjá okkur núna töluvert breyttar. Það er að segja fasti afslátturinn fellur alfarið niður en tekjutengdi afslátturinn hækkar hins vegar verulega á móti. Í fyrra var hámarksafsláttur 45.000 krónur fastur pluss tekjutengdur. Í ár er hann 50.000 krónur auk þess sem að þau viðmiðunarmörk sem sett eru varðandi tekjuviðmið eru tiltölulega rúm og rétt að vekja athygli á þeim eins og þau standa í þessum tillögum að reglum. Það er að segja að hér er gert ráð fyrir því að fyrir einstaklinga þá gildi þetta afsláttarákvæði fyrir þá sem eru með tekjur frá 1.864.000, þeir fá fullan tekjutengdan afslátt, upp í 2.960.000, þar fellur afslátturinn niður. Fyrir hjón og samskattað sambýlisfólk eru sambærilegar tölur, neðri mörkin 2.641.000 fullur afsláttur, efri mörkin 3.899.000, þar fellur afslátturinn niður. Og hér með ætla ég einfaldlega að leggja til við bæjarstjórn að þessar reglur verði samþykktar eins og þær liggja hér fyrir. Takk fyrir. Orðið er laust þriðja tölulið. Það er enginn sem Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði bara að lýsa því yfir að mér finnst þetta bara góð breyting virkilega og samræmist alveg þeim hugsjónum að þeir sem hafi það betra, þeir fá ekki afsláttinn og hinir fái þá að verði aukin aðstoð við þá sem minna hafa og ég sé ekki betur en að þessi breyting sé bara henni góða. Takk fyrir. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að lengja þetta mikið, það eru ekki miklu þetta bæta frá ágættri ræðu formanns bæjarráðs. Þó kannski það að það er ágætt að þessi mál eru bara komin á hreint á þennan hátt. Þetta hefur verið til umræðu hér í mörg ár, kastast svona til og sveitarfélög farin að fara sína leiðir og önnur að frestast til þess að taka þau jafnvel sér til fyrirmyndar og skoða möguleika á að breyta þessu. Nú er þetta komið bara algjörlega á hreint. Mér finnst þessi tekjumörk sem að bæjarfulltrúi Hermann nefndi áðan vera viðunandi og tel að þessi afsláttur á fasteignaskatti hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum munu nýtast vel og betur heldur með því sem við höfum áður gert. Orðið er laust þriðja tölulið. Það er ekki fleiri sem hafa kvatt sér hljóðs. Göngum til afgreiðslu. Bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja
Fyrirliggjandi tillögu bæjarráðs afslátt af fasteignaskatti tekjulítilla elli- og örorkulífeyrisþega á árinu 2009 að gefa merki. Samþykkt samhljóða, 11 atkvæði.